Þið hafið ekki afmæli? Þetta, ég bara, má ég setja bindið svolítið? Já. Þetta er öllum þetta, þú verður að fara að passa hana vel. Þetta er merkið okkar. Við setjum það í gegnum bindið. Það er fínt. Já. Það er ekki. Nú er strákarnir að fara. Já. Við ekki fara að drífa okkur þá, eru ekki allir tilbúinir? Það er allir tilbúinir. Og þú situr fram í? Já. Við hafum ekki afmæli okkur tilbúinir. Já, það er fyrir náttúrulega. Gjörðu svo, skilja sér líka.
hérna hún hingað, 1, 2 og 3, einu sinni og svo aftur einu sinni, 1, 2 og 3. Flott. Brása. Þetta er samt síðast að. Það er alveg.
Já.
Varstu þá að síga eins? Síga aðeins. Já. Þetta verður ekki fínt að hjóla með hennar borða. Það er gaman að sjá. Já, það er flott. Jú. Þá vil starfsfólk og íþróttakennarar við íþróttahúsið hérna í Sandgötu þakka þér. Jú, það kemur nú.
Nú stóð það ekki í honum. Bara svona sjá í ykkur, báða. Nei. Ég í kartúðarsina. Já, mjög góð. Taka hann núna. 10 mínútur í. Hverju er bestir? Hverju er bestir? Huh?
Takk fyrir mig þau. Og fyrirtæki skatt í guldi sem var að fundi. Já, það verður Og það var fyrir mjög. Og það marka verður. Marka.
sem hefur göðsast mikið í íþróttalífinu og alltaf var Guðmundur Jónsson með okkur. Og það sem okkur þykir ánægjulegt, þessum strákum sem voru á þessu skeiði, hvað yngri félagar okkar í FH hafa alltaf verið einlægir við Guðmund og hann við þá, hann hefur stutt þá eins vel og hann gerði við okkur. Nú, þetta voru ánægjuleg ár sem við erum búin að eiga í Hafnarfirði, eftirminnilegt á margan hátt. Og ég ætla ekki að hafa þessi orð miklu fleiri, en ég flyt hér kveðjur frá öllum FH-ingum og við þökkum þér innilega fyrir einlægan stuðning í gegnum árin. Og ég afhendi þessa stöng hérna, ég vona að þér líki þessi skúlptúr sem ég afhendi hérna frá öllum FH-ingum. Þessu er Guðmundur. Og fyrir hönd knattspyrnufélags Hauka var mér falið að koma hér í kvöld og færa honum smávægilega gjöf sem vottun það, og ég sagði við hann í upphafi þegar ég afhenti gjöfina að það væri einungis fyrir að vera til og vera hann sjálfur. Ég held að einstaklingar eins og Guðmundur, Muggur, eins og Kallumann, hann höfði til okkur allra á hann hátt, hann rækti, eða réttara sagt að hann fáið það fram frá okkar sem er til betra, og án þess að við höfum einstaklinga eins og hann meðal okkar og að við höfum einstaklinga í kringum hann eins og þeir einstaklingar eina raða FH og FH á heiðurskýli fyrir eitthvað að það hefur komið fram hvað þessum unga manni, sem ég ætla að vera ungur ennþá 57, að þá fannst mér sjálfsagt að standa hér upp og geta þess að við höfum fylgst með þessu máli sérstaklega innan okkar raða, okkar félags, og hafið þið heiður af sem að hafið verið stutt við hann. Ég vil endurnýja óski mína til afmælisbarnsins og vona það að þú eftir að lifa lengi og vel. Takk fyrir. Af þessum tveimur síðustu ræðum ætla ég að taka hérna við og ávarpa vin okkar allra nokkrum orðum. Við erum að vísu búin að æfa okkur margar laugardaga. Ágæta afmælisbarn, Guðmundur Jónsson, FH maður númer 13. Og ég var hér í fyrsta lagi. Við erum að færa honum hér að gjöf
smá vimpil frá Handboltasambandi Íslands því að Muggur er einn af þeim mönnum sem hefur sýnt það að handboltinn er gulls í gildi. Og ég ætla að láta þér hafa þetta fyrst frá þeim. Við vörmöggur og gemum þetta. Svo er hérna frá félagskap sem að heitir Hákarlar. Þeir ætla endilega að heyra Mugg með þessum skemmtilega vimpli hérna. Þetta eru 10 kallar hérna út í bæ og Muggur þekkja það alltaf að þetta getur Mugg. Það er þetta líka. Þetta er ekki búið, þið búið byrjuð. Nú það þarf ekki að fara mörgum orðum um það hversu mikillar gæfu við FH-ingar höfum orðið aðnjótandi að hafa eignast Mugg. Því að menn er ofta að tala um það að FH gerir mikið fyrir Mugg. En þetta er alveg öfugt. Ég get sagt ykkur það, þeir sem hérna eruð, að Muggur hefur gert miklu meira fyrir okkur heldur en við nokkja fyrir hans. Það er svo mikils virði fyrir okkur að eiga svona félag, ekki bara fyrir okkur þessar gömlu, heldur líka fyrir unga fólkið í félaginu að fá að kynnast honum og umgangast hann. Það er mikils virði fyrir æskuna að fá að kynnast þessum manni og umgangast hann eins og við FH-ingar umgangast Mugg. Þetta er okkur mikil gæfa. Nú sá hópur sem að Muggur hefur fylgt í gegnum árin er meistaraflokkur karla. Þau voru orðin 30 árin, eða 31, og þetta hefur endurnýjast. Nú eru synirnir farnir að spila með tengdarsynir og svo framvegis með þeim hóp sem að byrjaði með Mugg. En vinaböndin er alltaf jafn traust, bæði af hans hálfu og strákan okkar. Þetta þykir okkur væntum. Datú er kominn hérna með gjafir til Muggs frá meistaraflokknum. Hann á eftir að fá Reykjanesmeistara peninginn sem að hann vann daginn með félaginu. Hann var geymdur hann til í kvöld. Og Datú byrjar á því ekki þau? Það er Reykjanesmeistari.
tækifæri.